Á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 20:10 og það fer styttast í annan endan hjá okkur í þætti kvöldsins og nú erum við konin yfir í sundið og það er komið svolítið síðan að við fjöllum það hérna í sportþættunum og línuna er komin sunddómarinn Stefán Kristoffersson og já, framöndan er náttúrulega risamót í Hafnarfirði. Það er aktavismótið. Stefán, komdu blessa á sætlaðingi. Heill og sæll. Hvernig hefur það? Við höfum hérna fínt í Hafnarfirði. Já, það hefur ekki verið að slá út rafmagni hjá ykkur? Nei, við höfum rafmagn, en kannski hefur fundið þannig daginn svo þau kannski fundið fyrir að hérna hefur verið slæmt viður, vind, en rafmagn höfum við, já, klálega. Það er ánægilegt að heyra, en hvernig hérna hins vegar er stemningi fyrir sundmótinu næstkomandi helgi? Jú, klálega, við félagar í sundfélagi Hafnarfjarðar erum aðalega stoltir af þessu móti. Þetta er eitt af stærri viðburðum hjá okkur. Þetta er hvað 8. skipti sem við höldum þetta mót. Þetta fer í 50 metra laug. Á þessu sinni eru yfir 200 skráningar. Við eigum von á yfir 11 félögum allt í kringum landið, 11 sundfélögum á Íslandi, hátt í 200 gestum, þannig að jú, við erum spenntir fyrir þessu mótum næstu helgi. En hvað sagður, er vonað á þá 200 keppendum eða? 200 keppendum, já. Já. Þannig að það er cirka 400-500 gestum. Það fylgir alltaf eitthvað með, þannig að cirka 500 gestum eigum við vona, já. Já, það hlýtur nú að fylgja allan að 2 stuðningsmenn með hverju sundfólki. Alveg klálega, allan að 1 til 2, 3, já. En hvað sagður þetta kemur frá mörgum félögum? 11. 11 félögum? Já. Og er það bara út all land eða? Já, þetta dreifist bara á allan landsluta. Þetta er stærstu félög, þetta er sá IRB, Fjölnir og svo framvegis. Og hérna, já, svona með hvernig framkvæmt af svona móti þegar það eru 200 keppendur, því að það hlýtur að vera ekstra mikið skipulag í kringu svona? Jú, það er alveg svakalega mikið skipulag og kallar á öll sundmót klálega, þau eru mannfrek í tíma og hérna enn og aftur, held ég hef sagt hérna áður eins og þætti að þetta er allt sjálfbæða vinna og hérna miðað við þetta mót sem við byrjum á laugardegi 21.3. og ég endilega skora á alla sem hafa eitthvað tök og koma að kíkja vegna þess að þetta er afskaplega skemmtilegt. Að hérna við byrjum 21.3. sem er næst komandi laugardag og þetta eru 2 hlutar á laugardeginum, aðeins 1 hluti á sunnudeginum. Við byrjum klukkan 10, 2 klukkutímar til 12 og síðan byrjum við aftur klukkan 4 til 6 seinnipartinn og síðan á sunnudeginu á sama tíma og við byrjum á laugardegi frá 10 til 12. Og ef við tökum allt saman og reiknum og meðan við hérna hvað margir hérna sjálfboðaliðar eru að taka þátt og meðan við hérna þessa hefðbundnu dagvinnu að þá eru þetta 500 vinnustundir, þetta eru 2 mánuðir sem fara í þessa 3 hluti, þannig að já, þetta er mikið og stórt mót. Þannig að þetta er full vinna í sjálfboðavinnu? Já, klálega, þetta er það. Og svo náttúrulega tekum við náttúrulega í vor, ennþá meiri sjálfboðavinna í kringum sundið, náttúrulega smáþjóðleikarnir líka svo framundan í vor? Jú, það eru hérna... Ég byrjum sumars afsakið. Já, smáþjóðleikarnir, að ég minni rétt að þetta eru þetta frá annan heldur til 7. júní cirka. Og sundi er einhverju 4 dagar aðeins, þannig að og við S-áðungar, við sundfélag Hafnarfjarðar, við erum aðalega stoltir, við held ég komum til með eiga 11 starfsmenn, 11 dómar á þessu móti og síðan klálega komum til með eiga einhverja fleiri hérna sundmenn, allavega eitthvað, kannski ekki alveg 11 en eitthvað hlutaði. En hvernig er hérna fyrir áhugasama til þess að mæta hérna næstu helgi á aktavismótið,
þetta bæði á laugardaginn og sunnudaginn eða hvernig Já, þetta samt keppt 2 hlutar á laugardeginum og þá byrjum við klukkan 10 morguninn og þá það sá hluti 2 tíma til 12 og síðan annar hluti byrjar klukkan 4 seinnipartinn og það til 6 kvöldi. Já. Og síðan þriðji hlutinn sem á sama tíma og laugardagshlutinn frá 10 til 12. Já. En hvernig svona, sundtímabili búið að vera svona hinga til hjá okkar íslenska sundfólki því að það svo lýlegt með þessi mót sem að fara fram og það sem afreksfólki okkar að keppa þetta virðist geta alltaf endalaust slegið Íslandsmet. Já, það oft þannig að það eins og ég segi oft ég lifi og hræri mikið heimi sundmanna sem koma á fatlaða hlutunum og segi oft þannig að þegar engin býst við einu þá gerast hlutunir en það má gammalt kannski til að segja að Hrafnhildur Lúðvíksdóttir sem einn okkar fremstu sundmönnum og hefur æft í gegnum tíðina með Sundsvall Hafnarfjarðar hún bætti í sitt eigið Íslandsmet í 100 bringu núna á sundmóti í Bandaríkjunum þegar hún í skóla og kom í bakkana á nummi og 1.8.15 sem alveg frábært og það verður spennandi að fylgjast með henni hvað hún gerir á næstunni og á næstu mótum og síðan má nefna líka síðustu helgi þá fór fram Íslandsmeistaramót fatlaðra í 50 metra laug og þar voru þetta okkar fremstu sundmenn í heimi fatlaðra að keppa Kolbrún Alda, Jón Margeir og Anita og Telma og þetta fleiri frábæri sundmenn sem eiga öðru klála framtíðina fyrir sér og koma til með að banki þetta 4 einstaklinga sem eru núna klálega kannski að skriða í toppinn eða á toppnum, allan að Jón Margeir. Og Kolbrún Alda náði að ná B-lágmarki í 100 baki þannig að hún komið 4 lágmark á heimsmeistaramóti í Glasgow sem framfer í júli næstkomandi í Glasgow og það bara frábært fylgjast með þessum sundmönnum. En hvernig með íþróttamann ársins á Suðurland FM það hún Eygló Ósk Gústafsdóttir hvernig svona formið búið að vera henni í vetur, veistu það eitthvað? Ég hef ekki, ég verður bara viðurkenna það ég hef ekki mikið að fylgjast með Eygló allavega framan af en hún allavega var sterk inn seinnipartinn á síðasta ári og hún á Íslandsmótinu þá man ekki hvað gerði hún ekki 3 eða 4 Íslandsmet þannig að og kom sterk inn á heimsmeistaramótinu sem fór fram í 25 metra laug í lok síðasta árs þannig að en æfingatímabilið þannig að nú þessi sundmenn þau eru að æfa og eru að þungum æfingum og ég held að það má kannski ekki búast við neinu miklu af þessum einstaklingum svona fyrstu 3, 4, 5 mánuði ársins síðan þarf það að springa út en eins og ég segi ef maður býst ekki við neinu þá gerast hlutinir. Já, nákvæmlega. En ektaðismóti næstu helgi einhver svona sérstök lágmörk sem að sundfólkið ykkar að fara að reyna að ná þá fyrir næsta sumar? Já, þetta mót þannig byggt upp að við höfum líka lágmark inn á móti þau eru kannski ekki voðalega ströng en enga síður þá eru lágmarkin á móti en við höfum líka þetta lágmarkamót þannig að allir sundmenn landsins hvort sem koma innanlands eða erlendis þau keppendunir geta ná lágmörku inn á alþjóðlegu mót
og það sem er rosalega mikilvægt að þetta vel takist bæði það að keppinurinn sýnir þessu áhuga og við sem stöndum að þessu mót við pössum upp á að við höfum þetta allt eftir konstantari reglum. Því allt þetta þannig að í sundhreyfingunni þá þetta allt sjálfboðið starf og mikilvægt í þannig að já, það mikilvægt að þetta vel takist til. En það hefur það gerst, þetta í 8. skipti sem við höldum þetta á sundfélaginu og við erum afar stolt af þessu móti og viljum að vel takist til. En svona rétt í lokin áður en kveði fyrir þá sem eru svona almennt viti ekki mikið sund og vilja ég til fara að skreppa svona mót. Hvaða mælur með eins og með aktaðismótið? Er eitthvað svona sérstakur tími sem þú mælir með að menn komi og horfi á sem er svona mest að spenna fyrir þá? Þetta mót þannig sett upp að þetta allt svona opna greinar. Það oft þannig að á sundmótum að það fara undan úrslit fram morguninn og síðan fara 8 bestu tímarnir fram kvöldið eða í úrslitum. Þetta mót ekki þannig sett upp en ég skora bara alla sem það vellingatæki að kíkja á hvort sem það morgunin á laugardeginum. Við erum með 2 hluta þá og sen 1 hluta á sunnudögum koma að kíkja. Þetta afar skemmtilegt og sundíþróttin yfir höfuð á svo vel. Þetta svo góð íþrótt, góð hreyfing að hvort sem þú ert í þyngri kantinum eða hefur eitthvað ístrubelga eða hvernig sem það er að koma bara og kíkja. Það bara málið. Stefán Kristjánsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að mæta næstkomandi helgi og fylgjast með og taka þátt. Já. Bestu þakkir. Kæra þakkir fyrir það. Takk. Já, fara ekki langt, hlustu góður. Við ætlum að fara núna yfir rétt svo í lokin aðeins í körfubolta og svo ætlum við einnig að heyra stuttlega í formanni eins handboltafélags og svo kveði ykkur. Taekwondo verður tekið fyrir næstu helgi. Fyrir þá sem ekki vita, þá var bikarkeppni Taekwondo samband Íslands helgina í bænum og það var heldur betur mikið að veislu. Björn Þorleifsson úr Selfoss og Ástrós Brynjarsdóttir, þeir voru bardagamaður og kona mótsins og úrslitskeppni félaga í úrvalsdeild var þannig að Keflavík var í fyrsta, Afturelding í öðru og Selfoss í þriðja og það minnaðist 1 stig á milli Selfoss og Aftureldingar. En þetta var mikil veisla og við förum nánar í það í næsta þætti, ég lofa því, en allar upplýsingar hægt að finna á tki.is og einni inn á Facebook síðu hjá Taekwondo sambandi Íslands og Taekwondo-deild Keflavíkur og Taekwondo-deild Selfoss. En körfuboltinn næsta dagskrá, við þurfum að spá speklara úrslitakeppninni framundan þar. Hún er bara rétt handan við hornið. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.